Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum Sögukastið. Velkomin aftur. Já. Það er búið að smá síðan. Þetta er, Nei, sko, ég er bara pyrruð út í okkur, sko. En á sama tíma, þú veist, það er ekki hægt. nei, basically, við erum búin að vera það er búið að vera rosalega mikið að gera, hvað var það að vinnu Já, og hjá okkur báðum. einmitt, þú búin að vera á námskeið hjá Íslandi. Og þannig að ég er að vinna og fer síðan beint á námskeið. Öll kvöld. Já. Já, basically. Og sumarhelgar. Og já, þú varst í vesinn út af þinni vinnu sem sagt að geta komið inn Tíma, tíma að skrifa sko Já, og að taka upp. Einmitt. Þannig að þetta er bara búið að vera smá maus. En það er alltaf létta. Já, 100%. Núna einmitt þegar við erum að fara að fljúin í sumarið. Það verður bæði í háloftunum. Og þá getum við allavega miklu meiri tíma til þess að skrifa Já, og taka upp. og ég veit ekki, ég myndi líka bara sé það núna strax að málið sem að ég er að fara að fjalla í dag munur enda á að vera 3 þættir að því það er líka bara lega maður hefur tíma að þá er svona gaman að sjá metnaði líka að koma tilbaka. Já, maður sekkur inn í þetta sko. En að því að við erum líka þannig að við viljum frekar gefa út þætti sem við erum stolt af í staðan fyrir að henda út þáttum sem við erum ekki ánað með bara þess að henda út þáttum. En ég skil ykkur að þið ykkar sem eruð pyrruð á okkur. Ég skil það. 100%. Og ég get ekki sagt neitt annað heldur en sorry. Já. En við erum að reyna okkur besta. Ef þið segið vinum ykkar, þá getum við mögulega gert þetta á okkar aðalvinnu og þá kemur þáttur út á viku, sko. Já. Eða kemur eitthvað spons eða eitthvað. Já, easy. En þetta mun allan að vera auðveldara núna í sumar. Já. Núna í vor og í sumar. Og við ætlum að reyna að komast aftur í að vera með, þú veist, í rauninni nokkrum þáttum undan. Já. Og já, sorry, ég er smá nefnmælt. Ég er með skrýtnasta kvef sem til er. Það fer ekki. Nei, það er enda samt bara búið að vera sín og sunnudaginn. Já, sant. En þetta er samt þannig kvef að ég er bara stíplu í nefnu. Ekkert annað. Nei, Það er ekkert á mér. Ég bara stíplu í nefnu, ég bara næ ekki andanum. það er rosa gaman. Nei, það er ekki gaman. Að ég er endalaust eitthvað að sjó upp í nefið og láta límur eins og hausinn á mér sé að springa. Ég veit, mann á ekki að gera það. En hei. Það er sann margt sem að við erum búin að horfa á. Það var Traitors. Ég náðu að koma þér loksins inn í Traitors. Já. Og ef þið hafa ekki séð Traitors, horfið á Traitors. Love. Sko, alla bresku sérunar eru geggjaðar. Já. Fyrstu 2 bandarísku eru ekkert frábærar þannig. Nei, en Maður verður mjög Alan pirraður. Cumming er samt svo mikið icon að maður fyrirgefur. Já, 100%. En sería 3, 3 bandaríska, hún er þarna uppi með þeim bestu bresku, sko, að mínum að því. Fólki er Já, ekki, sko, greindar skert, sko. núna samt á þess, þú veist, ég er ekki að spoila neitt, en það er einn karakter sem að fór sem að, 2 eiginlega, sem ég þá leið. Það var mér hún ekki jafn góð. Ég er alveg sammálaðir, en mér finnst hún samt Hún byrja á 10 sprengju. sinni betri, sko. Já, hún byrja á. Hún byrja bara á Hryllilega kliffengar. góð. Við varum bara, ha? Þetta var rosalegt, sko. En já, við allan að mælum með Traitors. Mjög mikið. Og svo alltaf White Lotus. White Lotus, já, geggjaðir. Sko, ég hafði 0 væntingar. Að því ég var svo pyrruð því að þau breyttu intrónu. Það var skellur, sko. Það var ekki lengur og það er eitthvað svo skrítið, en maður venst. Maður venst í. Já. Það er svona, og við erum ekki sammála, kannski er ég bara með eitthvað svona Mandela-effekt eða eitthvað. Mér finnst að vera takturinn að aukast með hverjum þætti. Ég heyri það ekki, sko, en það er bara eins og það er. Mér finnst þetta svo hægt í byrjun. Og svo núna erum við búin með 15. þátt. Og þá finnst mér þetta að vera svona meira. Það er rosa mikið ramp í gangi, sko. Nei, bara í intrónu. Er þetta alveg intro? Já, mér finnst það svona, mér finnst meiri taktur. Þú heyrir meiri í intrónu. Meiri taktur og svona. Já, ég heyri það ekki. Nei. En já, mér langar að spyrja út af því að við erum að fara að tala um Marilyn Monroe. Mína bestu. Eina mínu bestu konum.
Ég er með í rauninni bara spurningu fyrir þig. Hvaðan kemur þessi áhugi og uppáhaldsmyndir með Marley? Sko, ég veit ekki hvaðan áhugin kemur í bara allri hreinskilni og ég ætla að mynda að fara smá út í það Ok. á eftir. Uppáhaldsmyndir eru eiginlega Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot og There's No Business Like Show Business. Ok, ekki. Ég held að ég myndi segja þær. Þú er bara að segja eina. Ég bara sé Og 7 Year Itch líka. Já, þú talar alltaf með hana. Já, 7 Year Itch. Já, ég bara sé hana Gentlemen Prefer Blondes. Já, iconic. Geggjumynd. Og alveg heldur upp í dag, sko. Já, virkilega. Alveg Það er margt ógeðslega sem að skemmtileg. ætti á vissan átt við í dag. Já, miklu leyti, sko. Já. En á ég þá ekki bara henda mér beint í þetta. Já, Það ekki. geti kannski verið smá umræður svona í byrjun. Endilega. En já, eins og þið kannski sjáið á titlinum á þættinum að þá er ég að fara að fjalla konu sem ég finnst vera mögnuð, algjört íkon og sem að mínu mati hefur mótað söguna á vissan hátt. 100%. Þú veist, hún svona, ég veit það ekki, þú veist, ég vil ekki segja að hún setti svona upphafið af þessu svona Hollywood glamour að því hún gerði það ekki. Nei, hún setti það á næsta level, myndi ég segja. Já. 100%. En í dag og þá eiginlega næstu daga ætla ég að fara yfir mögnuðu ævi hennar Marilyn Monroe og reyna að komast að einhverju niðurstöðu með dauða hennar. En hann er, eins og kannski flest vita, mjög umdeildur. Já. Nokkrar samsæriskenningar þar í gangi. Jep. En hún Marilyn hefur haft mikil áhrif á mitt líf. Eins og þú nefndir að þá heillaðist ég af henni og af einhverjum ástæðum var ég bara mögulega obsessed á góðan hátt. Ég get ekki útskipt hvers vegna, af hverju eða hvað. Og ég var svona 10 ára. Einmitt. 9-10 ára. Og sem betur fyrir áttu amma og afi þó nokkrar myndir með á DFD og þau bjöggu í sama hverfi og ég á þessum tíma. Þannig að ég fór reglulega til þeirra og horfði á myndinar eftir skóla. Þú veist, helgar eða bara hvenær sem er. Og amma og afi hafa mögulega verið vel þreytt á því að horfa alltaf á sömu myndinar með mér. Ég á það til að fá æði fyrir myndum. Ég held samt ef ég þekki að muna rétt, sko, þá hefur hún ekkert verið perið yfir þessu, sko. Já, þau horfðu nefnilega oftast áðar með mér. En þetta allan endar þannig að þau gefa mér DFD-myndinar. Já, það. Og ég á þar enn í dag á DFD heima. Já, þetta eru þær. Þetta eru þær. Ok. Og ég á ennþá post-it með hann sem að afi skrifaði á Elisa Monroe. Ég á hann ennþá. Hann er inn í sömu möppu og myndinar. Já, Að þetta er allt á bara svona burner diskum eiginlega, eða flestar. Já. En í kjölfarið af áhuganum þá fekk ég með bókina sem heitir mér bara bókinu Marilyn. Ég fekk hana í jólagjöf og las hana og ég reyndi bara allt sem ég komst í hana, það las ég eða horfði á. Það var alltaf minna af YouTube og svona á þessum tíma. Já, YouTube var ekki alveg komin á samstafðir í dag, sko. Nei, og í nokkur ár fekk ég dagatöl með myndum af henni og svo hengu líka 2 risa myndir inn í herbyggi hjá mér og voru þar í mörg ár. Og ég er svo sár að þær hafi eyðilagst af því að ég væri til í að hengja þær upp heima. Ég veit mér hvar ég myndi hengja þær upp. Já, það. Já. En ég keypti þær nefnilega í svona plakatabúð í Boston. Já. Því ég var 11 ára og tók það með heim. Gekka. Þannig, og svo mann ég var svaka vesinn og dýrt að reyna að finna því að það voru engin rammar sem pössuðu og það var eitthvað. Þannig að ég passaði þær svo sannarlega en svo skemmtist þær því miður. Þannig já, ég hef bara alltaf verið mjög heilluð af henni, eiginlega bara síðan ég man eftir mér. Bara æfinni, þessu lífun hennar, hvað hún er mögnuð og líka mér finnst þetta að vera einn fallegasta manneskja sem hefur verið til. Við erum sammála þar. Hún er með þetta. Já, það er eitthvað svona eitt faktor. Já, sem hún getur ekki pinpointað, en hún er með. Já. Og til þess að bæta við að þá er ég alls ekki sátt við að Kim Kardashian hafi fengið Happy Birthday kjólinn, lánaðan. Og eyðilagan. Já, eyðilagan við það að bókstaflega tróða sér í hann.
Þær er ekki með sama vaxtalag Nei. og Kim Kardashian er hærri og eitthvað þannig að þetta meikar eitthvað sens gerðu bara eftirlíkingu þú átt meira nóg pening til að gera fullkomna eftirlíkingu Nei, líka ég skil þá mögulega eitthvað sem að actually passaði í kjólinn 100% skilur frekar Ariana Grande frekar, hún er ekki skemmt kjólinn Nei, allavega en þú veist ég er samt algjörlega á þeirri skoðun að hann hefði bara átt að vera í friði ég á bara að nefna Ariana Grande ef einhver hefði átt að vera fara í hann þá bara einhver sem hefði passað í hann en mér finnst þetta bara skandall sem að hefði ekki þurft að gerast Nýp Allavega, skulum byrja inn á þátt og eins og ég nefndi þá verður þetta örugglega 2 eða 3 þættir en við sjáum hvernig þetta verður ég ætla allavega að reyna að halda þessu ekki lengur en 3 þættir síðasti þátturinn verður þá bara langur Þegar hún fæðist, þann 1. júní árið 1926, ber hún ekki það nafn sem við öll eða flest þekkjum í dag. Og já, hún fæddist sama ár og Queen Elizabeth. Og amma? Já. Amma mín. En heldur fekk hún nafnið Norma Jean Mortenson og það var meiri sér skrifað Norma Jean Mortensen á fæðingaáttarið. Hvað er það, Viggo Mortensen? Nei, þá það var bara stafsningavilla. Já, það? Já. En seinna tók hún upp eftir nafni Baker sem var nafn mömmunar þegar hún átt hana. Þar sem flest þekkja hana Norma Jean sem Marlin að þá mun ég bara kalla hana það í þessum þætti. Bara þess að einfalda. Algjörlega. Og eitt svona side note en mörg kannski kannast við Elton John lagi Candle in the Wind sem spilað var í útför Díunu. Ok, ég held að það kemur eitthvað viðbröð. Já, sorry. Já, Díunu prinsessu. Já, en það lag er dauða Marlin. En hann breytti svo textanum þegar hann söng það í minningu Díunu prinsessu. Og upphafslínan lagsins er Goodbye Norma Jean, though I never knew you at all. Geggjulína. Já, og geggjalag. Mamma hennar Marlin hét Gladys Pearl Baker, upphaflega þó Monroe, en hún tók upp nafni Baker þegar hún giftist fyrsta eiginmanni sínum. Ok, þannig að Marlin Monroe tekur Monroe nafnið frá mömmu sinni? Já. Ég vissi þetta. En já, þess að mamminar fæðist Gladys Pearl Monroe. Ok. Og breytir því svo. Og hún var bæði við 14 ára þegar hún giftist honum Jasper Newton Baker. Það hefði mögulega verið hægt að réttlæta þetta hjónaband ef þau voru á svipuðum aldri. En ég er ekki að segja að það hefði verið frábært. En svo var aldeilis ekki. Hann Jasper var 9 árum eldri en Gladys og mjög ofbeldisfullur. Já, þetta klingir svona svipuðum bjöllum og Josephine Baker. Já. Mæstu? Einmitt. En þau voru gift í tæp 4 ár og áttu 2 börn saman. Þau Robert og Bernice. Gladys tókst þó aðskilja við hann sem var ekki svo auðvelt á þessum tíma og fekk forræði yfir börnunum 2. En svo virðist sem hann Jasper hafi ekki verið ánægður með það því stuttu seinna stelur hann báðum börnunum og flytur með þau burt til Kentucky fylkis. Gladys flytur til þess að reyna að vera nær þeim en miðað við heimildir þá sá hún þau nokkru sinnum aftur en þó alls ekki oft. Þá sérstaklega þar sem hún var mjög hrædd við fyrrum eiginmann sinn og barnsföður. Já. Einnig var hún ein. Hún hafði ekkert stuðningsnet í þessari baráttu. Nei. Sökum þess þá flytur hún aftur til Kaliforníu þar sem þau bjuggu áður. Og Robert strákurinn hennar deyr þegar hann er á 20-aldri og lítið sem ekkert er vitað hann. Nei. En vitað er þó að hann sá mömmu sína aldrei aftur. Og Bernice sá ekki mömmu sína aftur fyrr en mörgum árum seinna, en þær hittast þó allavega. Ok. Lengi vel var ekki vitað hver pabbi hennar Marlin var. Í 10 ára var haldið að annar eiginmaður mömmunar sem hét Martin Edward Mortensen átt hana. En þau voru gift frá árunum 1924 til 1928 og það passar hún einmitt fæðist hana 1926. Akkurat í miðinni.
Það kom svo hins vegar í ljós árið 2022 með DNA rannsókn að maður að nafni Charles Stanley Gifford væri raunverulegur pappinar. En á þessum tíma vann mamma hennar hjá RKO Pictures, þar sem Charles Stanley Gifford var yfirmaður hennar. Þau hófu ástarsamband árið 1925 og hann var víst ekki eini maðurinn sem hún var að halda við. Ég skil. Einhverjar heimildir nefna að mögulega hafi samband þeirra byrjað að vera alvarlegt. En það fór þó ekki lengra þar sem fjölskylda Charles samþyktu hana ekki. Og það leit víst ekki vel út að hann væri með óléttri konu, þar sem ekki vita hver pappin væri og að hún ætti 2 börn fyrir sem hún var ekki að sjá um. Já, og hún líka þótti hún þótti heldur ekki fyrir að koma frá það flottum bakgrunni. En þar sem Gladys var enn gift Martin Edward Mortensen þegar Norma Jean fæðist, hann skráður sem pappinar á fæðingarvottorðinu. Já. En það skrifa Mortensson á fæðingarvottorðinu. Þessin svona mikill ruglingur á hvort það sé Mortensen eða Mortensson. Já. En hún svo skýrð Norma Jean Baker. Já, hún skýrð það? Já. Ok. Hitti bara þessi stendur á fæðingarvottorðinu og var það gert, talið að það hafi verið gert til þess að fela skandalinn. Ég skil. En þau skilja svo stuttu seinna, svo Norma Jean litla elst upp ekki með neitt föður. Og þar sem það kemst ekki ljós fyrir árið 2022 hver pappinar í raun og veru, að þá vissi hún aldrei hver pappinar væri. Já, ok. Heldur að mamma hafi vitað? Það eiginlega erfitt að segja. Já. Og hún skrifaði einmitt sjálf í svona memoir sem hún byrjaði að gera, að mamminar var með mynd af manni sem leit út eins og Clark Gable. En hún reyndi að spyrja hver þessi maður og mammina vildi ekki svara henni. Já. Þannig hún hélt alltaf að þetta væri pappinar og hún hélt síðan alltaf að Clark Gable væri pappinar. Af því henni fannst myndin líka svo honum. Já, einmitt. Þannig hún bara tengdi það sjálfkrafa saman. Já, ég menna skiljanlega. Ekki líka oft með svona, börn sem alast ekki upp með annað foreldri og einmitt sjá eitthvað svona mynd og segja bara, já, þetta pabbi minn eða mamma minn eða blöð. Já, en hún allavega hugsaði alltaf um þessa mynd þegar hún hugsaði um pappa sinn. En hún, eins og ég segi, vissi ekkert hver hann var. Og það er erfitt að vita með mömmunar. Já. Þar sem móðir Marlin var hvorki andlega né fjárhagslega tilbúin til þess að ala upp barn. En hún reyndi þó að hafa hvað væri best fyrir Marlin efst í huga, en það kom þó ekki alveg strax. Já, þannig að þó að hugsunin væri hana, þá gat hún ekki alltaf framkvæmt það sem hún vildi gera. Það þannig að hluta til. Við skulum halda áfram. Hún Gladys þjáðist af fæðingarþunglyndi, þurfti að vinna til þess að þjóna fyrir þær mæðgur og var með enga pörsun fyrir hana, svo alls ekki auðveld staða til þess að vera í. Fæðingarþunglyndið varð svo slæmt að Gladys ásökuð af vinkonu sinni að hafa reynt að stinga Marlin með hníf þegar hún 2 vikna gömul. What? Þar að leiðandi, rétt rúmlega 2 vikna gömul, var Marlin sett í fóstur hjá fólki sem hétu Albert og Ida Bolender, en þau bjuggu í bæ sem heitir Hawthorne í Kaliforníu. Gladys flutti einnig til Hawthorne til þess að geta séð Marlin. Þetta var rosa gott fólk. En það var nefnilega hentugt að hún var í fóstri hjá þessum hjónum vegna þess að Della, amma Marlin, bjó í sömu götu og Bolender hjónin. Já, ok. Og svo einhverjar heimildir sem nefna að Gladys hafi búið heima hjá þeim í 6 mánuði til þess að byrja með. Ok. Þannig að ekki hjá mömmu sinni heldur heima hjá þeim. Já, Bolender. Já. Hins vegar þá þurfti Gladys að flytja aftur til Hollywood til þess að vinna. En hún reyndi að heimsækja Marlin eins oft og hún gat, en þó oftast helgar þar sem Hawthorne 26 kilometrum frá Hollywood. Já, meinar, það ekkert auðvelt að komast að þanga á þessum tíma. Nei, nefnilega.
Þrátt fyrir allt talið að Marlene hafi átt svona frekar fína æsku hjá Bolender-hjónunum. Ok. En hún býr hjá þeim þar til hún 7 ára, þá til ársins 1933. En þá hafði mamma hennar keypt lítið hús og flutt þangað með Marlene. Eða keypt, reddað, svona, þetta svolítið loðið. Já. Með þeim bjuggu þau George og Maud Atkinson og dóttir þeirra Nellie. Þannig að þau bjuggu þannig öll saman. Já. En það alltaf að tala að þau voru leigjendur Gladysar. Og þú voru að leigja húsi af Gladys. Já, ok. En mögulega var það bara þannig að það áttu efni á að búa í húsinu. Já, það meikar alveg sens. En það alltaf að tala þau sem Gladys's Lodgers. Ok. En þær mæðgur náðu þó því miður ekki að vera saman lengi, þar sem snemma árs 1934 fær mamma hennar taugaáfall og endar inn á spítala og verður í kjölfarið greind með geðklofa eða í raun paranoid schizophrenia. Og ég fann ekki nógu góða þýðingu á þessari greiningu. Að því að geðklofi schizophrenia. Einmitt. En svo talað að svona paranoia sé hérna á íslensku sem bara einkenni. Já, en einmitt, þetta ekki einkenni í ensku. Nei, þá þetta Þetta greiningin. form af schizophrenia, skilur. Já, þráhyggjukendur geðklofi eða eitthvað. Já, en samt líka þetta í þessu svo mikil hræðsla. Já, að þú heldur það náttúrulega fylgir þráhyggjunni. Já, að þú heldur að fólk sé að elta þig og Einmitt. svona. Hún Gladys getur því ekki lengur séð sig sjálf og lögð inn á Metropolitan State Hospital og hún endar á því að eyða mest megnið af ævinni inn og út úr spítalum. Okay. Og á í litlu sem engu sambandi við Marlene. Nei. Þar sem Marlene nú í rauninni foreldralaus hún sett í umönnun ríkisins og hún skráð sem svona ward of the state. En vinkona mömmunar sem heitir Grace og svo sama og kom Marlene til bjargar í rauninni þegar hún ásakaði mömmu hennar að reyna að stinga Marlene. Já, þetta hún, ok. Já, en hún bar ábyrgð á henni en var þó ekki með forræði. Já, ok. En einnig sá hún öll mál Gladys í raun svona lögráðamaður. Ok. Næstu ár hjá Marlene einkennast af miklu róteri. Þegar mamma hennar lögð inn heldur hún áfram að búa með Atkinson fjölskyldunni. Þessi sem að leigðu með þeim. Hún býr með þeim í tæplega 1,5 ár. En sumarið 1935 flytur hún og býr þá með Grace Goddard sem vinkona mömmunar. Já. En aðeins örfáum mánuðum seinna setur Grace hana á munaðleysingahæli sem hét Los Angeles Orphans Home No. 2 Holly Grove. What? Ok, eitthvað sagt af hverju? Það eitthvað talað að mögulega sé það vegna þess að hún átti ekki efni á að halda henni uppi. Já. En Marlene leið alls ekki vel á munaðleysingahælinu. Hún var feimin og byrjaði að þróa með sér stam. Já, stam. Já. Og byrjaði að þróa með sér stam. Nei, sorry, byrju. Það stami. Byrjaði að þróa með sér stama. Já, ok. Já. Og byrjaði að þróa með sér stama sem hefur pottið bara verið vegna tráma, bara áfalla. 100%. Starfsfólkið á munaðleysingahælinu var þó gott við hana. Ok. Þannig að það er í raun ekkert út á það að setja þannig séð. En þau reyndu meðal annars að koma henni út af heimilinu því það taldi það vera besta í stöðunni fyrir hana. Sem var til þess að Grace fékk forræði yfir henni. Varð legal guardian árið 1936 en af einhverjum ástæðum tók hún hana ekki til sín strax. Heldur lét hún hana vera á munaðleysingahælinu í ár í viðbót. What? Sko, ég skil hugsunarháttin hjá starfsfólkinu á munaðleysingahælinu að henni myndi líða betur á heimili heldur en á hælinu, en það var því miður ekki raunin. Nei. Eftir aðeins nokkra mánuði hjá Grace og eiginmanni hennar, því nú var hún gift, hún misnotuð kynferðislega af honum og hann kallaður Doc og ég skrifa hérna aðsögn þar sem það ekki staðfest og hann var aldrei dæmdur fyrir það
en það talið mjög líklegt. Ok, hvernig þá? Ég bara forritin, þú veist, hvað það sem bendir á? Ég fór ekki nógu náið út í það, en það verðist vera sem hún hafi sagt. Já, meina þannig. Já, ok. En í kjölfarið fer Marlin þarna orðin 11 ára á enn meira flakk. Því hún gat ekki búið heima hjá þeim. Já. En hún flakkar á milli þess að búa hjá ættingum og vinum Grace. Já, ok. Þannig að það hlýtur eitthvað að hafa gerst. Fyrst að hún þannig bara eftir hvað, ég held að sé 3-4 mánuðir. Eftir svona stuttum að þá er hún strax farin að flakka aftur. Jesus. Hún fær þó loksins eitthvað stöðuleika, eða mesta stöðuleika sem hún hefur átt. Árið 1938 þegar hún flytur til frænku Grace sem hét Anna Lower, en hún býr með henni til ársins 1941. 3 ára stöðuleika, ekki meira en það. Það er í raun mesti stöðuleikin. Það er bilað. Á þeim tíma sem hún bjó hjá henni Önnu, gekk hún í high school, sem var Emerson Junior High School, þar sem hún var meðal annars hluti af skólablaðinu og virðist hafa liðið vel. Ok, ekki. En það sem fyndið þar nokkuð á sumum stöðum tekið fram að eitthvað svona, já, hún var í skólablaðinu en hún var ekkit frábær námsmaður. Hún var ekki lélegur námsmaður. Nei. En hún var ekkit eitthvað. Nei, hún var ekki framúrskarandi. Nei. En árið 1941 þá þurfti Marlin að flytja frá henni Önnu þar sem hún var orðin gömul og veik og gat því miður ekki lengur séð Marlin. Nei. Þá endar Marlin enn og aftur á því að flytja til Grace og mannsins hennar sem ég get ekki ímynda mér að hún hafi verið spennt fyrir. Nei. Þegar hún flutti til þeirra þá þurfti hún þá einnig að skipta skóla og var hún sett í Van Nuys High School, en hún útskrifast þó ekki, en ástæðan fyrir því að hún útskrifast ekki er vegna þess að Marlin endar, líkt og mamma sín, á að giftast mjög ung. Já. Hún var 16 ára þegar hún giftist manni að nafni James Daughtry og gengu þau í hjónaband þann 19. júní árið 1942. Hún er bara 9 orðin 16 ára. Líka. Ástæðan fyrir hjónabandinu er galinn. En þetta byrjaði allt því maður Grace, já, hún bjó ennþá hjá þeim þarna, þurfti að flytja til Vestur Virginíu vegna vinnu. Hins vegar þá máttu þau hjónin ekki flytja Marlin úr fylkinu vegna barnaverndarlaga í Kaliforníu. Já, út af því að hún er ward of the state. Já, þótt að Grace sé með forræði. Já. Eða sem sagt, hún má hafa hana heima hjá sér. Já, lagalegt forræði. Já, hún er með lagalegt forræði. En já, þá er hún ennþá ward of the state. Og hvað það er fyndið? Það var því fyrir þeim aðeins 20 stöðunni. Annarkort myndi Marlin vera aftur sett á munaðarleysingahæli þar til hún yrði 18 ára eða hún myndi giftast. Já, ég skil. Ákveðið var því að hún myndi giftast nágranna sínum, honum James Daughtry, sem var 5 árum eldri en hún sjálf. Hvað skára 9 árum eins og mammenar. En sann mjög sérstakt að hún var í raun skikkuð í hjónaband. Já. Á þessum tíma í Bandaríkjunum. Einmitt. En hvort hún hafi endað á að flytja með Grace og manninum hennar til Vesturvirkiníu veit ég ekki alveg. Ég fann ekki það. Nei. Þrátt fyrir að vera nú orðin gift kona, aðeins 16 ára, þá var lífið hennar því miður ekki stöðura. Þau áttu alls ekki vel saman og sagði hún seinna að hún hefði verið að deyja úr leiðindum í þessu hjónabandi. Já, það hljómar eins og hún. Já, henni fannst hann bara ekki skemmtilegur og þau bara áttu ekkert sameiginlegt. Nei. Hann ákveður ári inn í hjónabandið að skrá sig í The Merchant Marine. Sem er hvað? Sko, þetta er einhvern veginn svona ákveðin tegund af landgönguliðum í hernum. Já, ok. Það er eitthvað sérdeild. Ok. En hann fær útluta pláss á Santa Catalina Island, sem er eyja rétt sunna við Kaliforníu og Marlin flytur með honum þangað. Hvað kallast þetta þáttur? Hann er deported, eða skilur? Það er ekki deported. Nei. Það er, en þetta er eitthvað á þennan hátt.
maður heyrir þetta endalust í þáttum og eitthvað. Það er ekki Stationed, þannig að já, þetta eitthvað The United States Merchant Marine is an organization composed of United States civilian marines and US civilian and federally owned merchant vessels. Mér finnst að Marines alltaf eiga að vera sjóherinn. Já, en það er Navy. Það er tæknilega séð partur af the Navy en partur af hernum. Já, en mér finnst það rugglislegt. En já, eins og ég skil þetta að Marines eru sjóhermenn sem ekki á bátum. Já, þeir fara frá sjó yfir land. Já, basically. Þeir eru ekki bara á bát. Nei, einmitt. En Navy bara á bátum. Já. En mér finnst alltaf eins og Marines. Ég veit, þetta hljóma þannig, sko. Já. James svo sendur úr landi á vegum hersins, þar sem hann að berjast með bandamönnum gegn Japanum. Svo sem datt í huga hann myndi fara í. Og þetta í apríl árið 1944. Já. Og hann endar á að vera í 2 ár. Marlin flytur í kjölfari til tengdaforeldra sinna, þar sem hún bjó með Grace áður en hún gifti sig. Og hún byrjaði að vinna í vopnaverksmiðju fyrir stríðið, eða Munitions Factory. Og fyrirtæki hét Radio Plane Company. Henni fannst það ekki skemmtilegt að vinna þar heldur. Og sem betur fer fyrir hana var hún ekki lengi að vinna í verksmiðjunni. Nei, svo sem datt það í hug. En hún hætti eftir tæplega ár og ástæðan fyrir því að hún fékk sitt fyrsta tækifæri með hún var að vinna þarna. Einn daginn mætir maður að nafni David Conover sem var ljósmyndari. Ég hef heyrt þetta nafn. Já, en hann mætir í vinnuna til hennar til þess að taka myndir af konunum sem voru að vinna og hann var sem sagt að koma á vegum hersins. En tilgangurinn með myndunum var að bæta móralinn. Þeir bara gleðja hermennina sem voru að berjast fyrir land og þjóð. Já, sína að konar að standa í baki að þeim. Já. Og þetta rosa fyndna myndir. Já, ég get ég myndið. Þetta bara eitthvað svona, hún að standa við eitthvað svona vel. Þú veist, þetta ekkert eitthvað svona kynferðslega myndir eða neitt þannig. Þetta bara einhvern veginn rosa uppstiltar á að sína daglegt líf í verksmiðjunni. Já, einmitt. Þetta einmitt fyndna svona stríðismyndir frá þess að einmitt heimalandinu, ekki á stríðstöðunum. Já, til að boosta morale. Einmitt. Ógeðslega uppstiltar en samt, já. Eiga sína venjulegt líf. Einmitt. Myndinar sem teknar voru af Marlin þennan dag voru þó ekki notaðar. En hann David heillaðist mjög af Marlin sem var til þess að hún hætti í verksmiðjunni og fór að starfa sem módel fyrir hann. Já, geggjað. Í ágúst árið 1945 skrifaði hún undir sinn fyrsta módelsamning við Blue Model Agency og í kjölfari flutti hún út frá tengdaforeldrum sínum og fór að leigja sjálf. Þetta hljómar rosa illa, þetta agency, Blue Model Agency, í alvörunni. Já. Já. Þú veist hvernig, þú heyrir hvernig það hljómar. Að það séu svo bláar myndir? Já. Þetta var ekki þannig. Ég veit, já. En samt. En hún var þarna loksins að svona standa á eigin fótum. Sem eigin maður og tengdafjölskylda voru alls ekki sátt með. En hann var ekki í landinu svo auðveldara fyrir hana að gera það sem hún vill. Hún var mest að vinna sem pin-up model og að því að honum David þótti sem sagt hennar stíl passa best þarinn. Ég meina, make sense. Og hún var fljótlega mjög vinsæl, eða frekar vinsæl, sem model. Á þeim tíma sem hún byrjar að modelast, þá hún þó ekki með sama útlit og hún verður þekkt fyrir. En ég persónulega dýrka hana á þessum tíma. Þó mér finnst þú verið að gera svolítið gorgeous seinna mér. Já, það talið með brúna hári? Já. En já, þannig hún með síðara hár. Það svona rauðbrúnt og alveg velkrullað. Já. Fljótlega inn í mótilferðinni þá lýsir hún aðeins hárið og svona slétta aðeins úr krullunum. Þannig en fyrst hún alveg með svona rauðbrúnt eiginlega. Já. Mig grunar að þarna hafa hún fundið sig, mögulega í fyrsta skipti á ævinni. Hún var að vinna og var víst hörkudugleg. En á rétt rúmi ári
var hún búin að ná að vera á forsíðu rúmlega 30 tímarita. Wow. Eigandi Blue Model Agency, kona að nafni Emmeline Snively. Emmeline Snively? Já. Hljómar eins og Harry Potter karakter. Reyndar þú segir það. En hún sá hversu dugleg Marlin var og í gegnum hana fekk hún samning við svona leikarastofu, acting agency. Og í kjölfara því að hún komið með þennan samning og búin að standa sér vel sem móðir, að þá fekk hún viðtal hjá Paramount. Ok. Sem gekk þó víst ekki vel. No. Einnig fekk hún viðtal og pröfu, svo skrýntest, hjá 20th Century Fox. Og endar svo á að skrifa undir 6 mánaða samning við þau. Kjöka. Sem smá sérstakt að hún hafi fengið hennar samning. Þau hjá 20th Century Fox maður að nafni Daryl F. Zanuck sem var yfir framkvæmdastjóri. Það var head executive. Var ekkit sérlega hrifinn af henni. En ákvað að gefa henni þennan 6 mánaða standard samning bara svo að fyrirtæki sem hét RKO Pictures myndi ekki ráðna til sín. Ha? Já. Var hann að reyna að skemma ferilninnar eða sá hann eitthvað í henni? Ég veit það ekki. Ok. Hann var allavega greinlega bara mjög petty. Ok. En hér ætla ég að stoppa part 1. Já. Og við ætlum að stoppa akkurat áður en hún byrjar leikarafélisinn. Já. Já, en gaman. Þið verður bara að hlusta. Þeir verður bara að hlusta. Já. En þeir komin allavega af upptökunni þótt að búra mikið úrkleipanlegt efni. Já. Já, þá er þetta 55 mínútur. Þannig að þetta er allavega komið eitthvað. Já, komið eitthvað. En ég ætla að vona að ykkur hafa fundist þetta jafn áhugavert á mér. Mér finnst þú mjög áhugaverð. Ég efast að fólk muni finnast þetta jafn áhugavert og þú út af því að þú ert með þetta á svona öðru leveli. En ég býst við að fólki muni finnst þetta mjög áhugavert. Já, að þetta er kannski margt af þessu eitthvað sem fólk vissi ekki hana. Nei, ég er að heyra mikið af þessi fyrst skipti. Og já, þetta er mjög áhugavert. Einmitt, ég vissi ekki að hún hafi verið í einhverju vopnaframleiðslu eða skotfæraframleiðslu eða hvað sem þetta var. Og einmitt hafi gifst 16 ára. Já, 16 ára. Nágranna sínum. Einmitt. Það hafi verið á svona miklu flakki. Einmitt. Þetta er rosalegt. Það alveg útskýrir margt sem að koma skal. Já, ertu ekki að djóka. Hún flutti meira heldur en rockkljómsveit 70 eitthvað sko. Einmitt. Það er rosalegt. En já, það verður svona stutt í að næsti þátt komi. Já. Og engar áhyggjur, ég ætla ekki að láta ykkur bíða í 3 vikur til þess að heyra alla söguna hana Marlin okkar. Jú, þetta verður bara gefið út bara leið og þátturinn er tilbúin. Já. Það er bara þannig. En annars þá bara takk fyrir að hlusta. Og við heyrumst eftir smá. Já, gerum það. Okay. Bye.